Já, velkomin á Frelsi TV í live útsendingu. Það er nú svolítið síðan ég gerði live síðast og það er svo sem engin sérstök ástæða fyrir því. Það bara hittist þannig á. Ég er búinn að vera að gera fullt af öðru stöffi. En það virðist vera að ég sé að gera eitthvað rétt þessa dagana. Í ljósi þess að ég er farinn að fá gríðarlega mikið af alls konar geðvottorðum aftur. Sem að menn er að tjá mér það að ég sé eitthvað lasinn og þurfa að leita mér einhvers konar aðstoðar. Og það er alltaf ánægjulegt þegar fólk ber mikið fyrir öðru fólki. Ég í sjálfu sér ekkert á móti því. En ég ætlaði reyndar að fjalla fyrst atburðina í Dallas og hóksinu þar. En ég reikna með því að ég fjalli jafnvel fyrst atburðina í Nice. Og það er nú svona alveg nýskeið. Og það er nokkuð ljóst í mínum augum eða í mínum huga að þetta er falskur fáni hóks, þetta er sviðsettur atburður. Og það eru ýmsar svo sem pólitískar ástæður fyrir því að þetta gerist núna. Það gerðist þarna morguninn 14. Og þá var forseti Frakklands. Hann mætti í sjónvarpið og tilkynnt það að það væri voðalega vont sem hafði gerst. Var ekki þegar Charlie Hebdo var. Þá hefði þeir kippt stjórnarskránni úr sambandi og í raun sett svona lýðréttindi í frost. Og það heitir svona á réttlensku herlög. Það voru sem sagt sett herlög í Frakklandi í framhaldi af leiksýningunni í kringum Charlie Hebdo. Og hann var að rausa það kallinn í morgunni þessa dags að þetta væri óbúslega slæmt og hann hygðist aflétta þessum ósóma sem er að svipta landsmenn öllum frelsi sínu og setja þau í herkví eða undir herlög. Og hann var að rausa það að kippa því úr sambandi. Síðan gerist þetta hóks eða þessi falski fáni þarna á ströndinni í Nice. Og þá kemur sami kallinn forseti Frakklands kvöldið og bara nei, við getum ekki tekið þessi herlög úr sambandi og við þurfum fleiri varaliða, við getum ekki dregið úr herliði í Frakklandi og við þurfum að bæta við hermannskap í Frakkland. Og þannig að bara það eitt og sér í sjálfum sér mótíf fyrir þessari leiksýningu sem átti sér þarna stað. Og ég ætla aðeins að fara yfir vídeó og myndir núna fljótlega. En ef við klárum aðeins pólitíska umhverfið, það átti í dag að birtast skýrsla, 28 síðna skýrsla 9/11. Og þannig að ég veit ekki hvort að hún birtist þá ekki eða hvað.
og það sama að gerast í Bandaríkjunum. Ég fer nánar í það á eftir að bandaríska þingið eða bandarísk stjórnvöld eru búin að samþykkja það að Sameinuðu þjóðirnar geti haft afskipti af innanríkismálum í Bandaríkjunum. Að þeir geti nánast bara yfirtekið landið hernaðarlega. Og allt tengist þetta náttúrulega í stóra dæminu, svona fyrir rest, en ég ætla bara að lesa fyrir ykkur það sem stendur á RÚV undir einn af þessum fréttum, kannski getið síða fréttina bara. Og við sjáum líka náttúrulega að hvar var þetta Nei, ég les það bara. Þetta birtist á RÚV og þarna ég sé það í gæsalappi, ég geti fundið þetta í einn af fréttunum á RÚV eða skrújú þessi mál. Þá sagði forsetinn að kallað yrði eftir kröftum franska heimavarnarliðsins sem samanstendur af fyrrverandi her- og lögreglumönnum, en einnig almennum borgurum sem litla eða enga reynslu hafa þjálfun hafa fengið í vopnaburði. Þeirra hlutverk verður ekki síst að manna landamærastöðvar, því hert landamæragæsla einnig á meðal þeirra viðbragða sem forsetinn boðar við árásinni. Þá hét hann því að Frakkar myndu enn herða á loftherna sinni í Írak og Sýrlandi. Þar sem franski flugherinn hefur tekið þátt í árásum á ætlaðar bækistöðvar vígasveitan DAESH eða Íslamska ríkisins eða Al-Qaida. Nei, Hollander sagði, ég er að svara hlustanda. Hollander sagði í morgun þarna á 14. sem í gær, þá sagði hann morguninn að herlögum ekki framlengt. Síðan gerist þessi atburður og hann kemur kvöldið og segir að þessu verður framlengt 3 mánuði. Svona hann svari einhverjum eða somebody. En sko, ef við förum bara aðeins yfir einhverja vísir með svo sem ágæta grein þetta, það sem ég kalla þetta live, að já, ok, ég fer yfir myndir og eftir. Þetta svona uppstiltar stroller síðan. Það sem sagt sagan, eða atburðurinn þannig að það eitthvað sem keyrir 2 kílómetra eða 2,5 kílómetra. Og jari, bla 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 bla. Og bara strax komin heim til stráksins, eða ætlaða gjörningum hans, sem ég heldur að hafa ekkert haft með þetta að gera. Ágætt sýning á því hvernig þetta á að hafa gerst. Keyrir þessi vörubíll, fyrsti sem deyr, síðan keyrir hann og deyr hópur af fólki og svo bara stoppar hann hann bara stoppar og bara stoppar hann, sem að í sjálfum sér ákveðið mótsögn við lýst hugarástand þessa hryðjuverkamanns. Hann væntanlega gjörsamlega búinn að tapa glórunni eða hvað. Og þetta sem sagt atburðarásin sem okkur sögð. Kemur hann beygjandi, svo keyrir hann keyrir og fyrsta fórnarlambið keyrir, hópur af fólki sem að deyr, keyrir, eitthvað
gangstígur eitthvað slíkt og hérna stoppar hann bara. Takið eftir á vídeóinu sem ég sýni ykkur á eftir, þá er þessi bíll búinn að stoppa hér og svo er hópur af fólki hérna, bara rétt fyrir aftan hann. Þannig ef við kíkjum bara aðeins á þau vídeó, þar sem að við förum yfir þessa atburðarás líka. Sýni ykkur annan glugga. Sjáið þið smjattið á mér hérna aftur. Þannig, förum á þennan hérna. Og ég get ekki spilað kannski mikið vídeó, þá fæ ég copyright claim, bara fyrir YouTube. Þetta er fair use sem er í gangi núna. Og hérna, ok, hérna er sem sagt upphafið af þessu atviki. Hér á að vera upphafið af þessu. Og hérna kemur bíllinn, sjáið þið. Eftir þessa beygju þá var væntanlega. Og hérna, þið getur náttúrulega að spila vídeóið sjálf. Hérna keyrir bíllinn sig, hann er næstu í stopp hérna. Síðan fer hann af stað. Og þið sjáu hérna lögreglumenn, þessi sem að hlaupa á eftir honum af stað. Þannig að bíllinn er varinn í upphafi. Sjáu, þetta eru löggur sem er að verja bílinn. Þetta er sviðsett. Og hérna, og það virðist vera að þeir hafa ekki viljað drepa fleiri en nauðsyn krefur til. Hvernig sem stendur nú á því, ég skilum ekki alveg hvaða pæling það er, en síðan á hann að hafa bruna hérna í gegn. Og hérna síðan annað vídeó, þar sem að bíllinn hefur bara stoppað hérna. Skyndilega, þetta er fair use líka, í boði RT. Takið eftir þessum gaur hérna í kakifötum, ég held að þetta sé bílstjórinn, sjáðu þið, sem er hluti af leyniþjónustu genginu. Hérna er gaurar með merki aftan og alveg eins og gaurarnir í upphafi myndbandsins. Svo þetta eru sömu valdstjórnar plebbanir eða lögguhuganir eða hvað ég vil kalla það. Að þið sjáið sömu plebbana hlaupa í kringum bílinn þegar hann fer af stað. Og ef að þið trúið því að þeir hafa verið að varna bílnum eitthvað hingað eða þangað, þá eru þið að rampa á rangan channel. Ég mæli með að horfa á Kastljós eða eitthvað. Hérna sjáum við löggu og þessa. Þannig að bílinn fer af stað í lögreglufylgd. Hérna stoppar bílinn bara út af miðri götu. Hann hefur í sjálfum sér ekki eina einustu ástæðu til þess að stoppa hér. Það meikar akkurat ekkert sens að stoppa hér. Ég meina, ef þú ert brjálaður hryðjuverkamaður, þá stoppar ekkert bara út af meiri götu með löggur allt í kring. Þú bara keyrir inn í eitthvað eða krassar eitthvað, reynir að komast út eða gerir eitthvað, keyrir í sjóinn eða allt annað en að stoppa, sko. Og hérna, áts, þetta var með hljóðin á, ég fekk þetta beint í eyrun. Sjáðu þið, þessi gaur hérna, sjáðu þið, hann spíkspora hér í burtu. Hérna er skotið. Okay. Og hérna, ég set sannlega linka undir þetta, hérna undir. Og þið sjá, það er enginn í bílnum, þetta var tómur bíl, sko. Það bílstjórinn, ég sýndi ykkur hann áðan, sko. Hann er hérna, það er þessi gaur hérna, sko. Það er bílstjórinn. Það er svona bara ágískun hjá mér, ég náttúrulega veit ekkert eitt eða neitt, ég er svo heimskur. Og hérna sjáum við að það er mjög óeðlilegt að þeir opna ekki hurðina. Þeir spígspora hérna fyrir framan bílinn og þeir eru alveg svo hálfvitar, sko. Svona Keystone Cops. Hérna sjáum við fyrir aftan þá. Þetta eru hreyfingar sem eru mjög algengar hjá löggum sem eru í svona leiksýningum. Þessi hegðun þeirra, og ég hef deilt vídeo á Facebook, Frelsi TV, vídeo sem átti að vera Washington skotárásin.
Ég mun hugsanlega sýna ykkur það á eftir. Hérna þeirra spígspor í kringum bílinn, sjáið þið. Síðan hérna sjáum við bílinn, sjáið hérna þeirra, svo bara hérna beint fyrir aftan hópur af fólki sem á þá væntanlega að vera fórnarlömb. En ef að við horfum á hérna víxla fyrir ykkur, víst. Þetta ekki neinu samræmi við þessa teikningu hérna, sko, sem birtist á vísir.is og rúv.is. Hérna fer hann af stað, sjáið. Hérna kemur hann beygjandi og hérna það, og þetta lokuð gata. Út af þessum atburðum, eða út af flugvellarsýningu og slíkt, þá þetta lokuð gata í grundvallaratriðum. Og sjáðu, síðan keyrir hann hérna og hérna fyrsta fórnarlambið. En núna þeir að segja að gaurinn á mótorhjóli sem keyrir hérna við hliðina á bílnum, að hann sé dáinn. Það stemmir nú ekki neitt, sko. Og síðan hérna fyrsta fórnarlambið. Og síðan hópur af fórnarlambum. Og síðan eitthvað á göngustíg, hér ekki talað að einn hafi dáið, sjáðu. Síðan töluverð vegalengd, það sem að bíllinn stöðvar að ástæðulausu. Hérna strönd og alls konar, hérna hann vegur inn og fullt af leiðum til þess að halda áfram að vera með vesen. En já, komnir geðvottarða gaurar á spjallið. Ég nenni ekki að svara ykkur steinlíndu gólem hálfvitum, sko. Það bara verður ykkur aðrir að taka það að sér. En allavega þá hópurinn nánast beint fyrir aftan bílinn þar sem hann stoppaði. Og þessi áfram leiksýning, sko. Þessi atburður einfaldlega stenst enga skoðun. Þessi vörubíll, eða þessi sendibíll, hann sennilega cirka 15 til 20 tonn, myndi ég giska á. Cirka 20 tonn tómur, 15 tonn max tómur, 10-15 tonn kannski. Og skal ég segja ykkur, horfum á myndasafnið okkar, myndirnar okkar. Horfum á myndir. Og það sitt í full screen, já. Ok, ég get gert það. Hérna myndasafnið. Og við getum rænt í her búin að vera á götum í 1 ár, 1 eða halvt ár, eða 2 ár. Búin að vera herlög í Frakklandi og her á götum út allt. Og þetta við séð áður, það sem að fólk labba með hendur upp á höfði. Þetta hluti af compliance sjálfum á fólki. Og eiga að vera vegsumerki eftir að fólk hafi dáið. Og þetta hér bara dýna. Hér engin dáinn. Þetta bara svona dýna. Sjáu það. Hérna svokallaður vörubíll. Og þessi mynd vakti sérstaklega athygli mína. Þetta á að vera einhver hópurinn þar sem að vörubíllinn á að hafa keyrt yfir. Sko, vörubíll sem 15 tonn sem keyrir yfir svona hóp, hann lítur ekki svona út. Hann lítur allt öðruvísi út. Það koma 2 hjólför í gegnum hópinn af fólki. Þetta fólk sem hefur lagst niður eftir að bíllinn fór framhjá. Og það mín kenning, að hann fór undir lögreglufylgd
í upphafi í sýningu lögreglunnar þar. Hann keyrir á fullu í gegn og það eru agенtar meðfram öllum þessum 2 kílómetra strippi og hugsanlega hafi þeir tekið áhættuna á því að taka þá einhverja niður og hugsanlega hafi einhverjir verið teknir niður í aðgerðinni, sko. En það virðist vera að það hafi ekki verið planið að drepa mikið af fólki. En sko, þegar að 10-15 tonna vörubíll ekur yfir fólk, þá springur maginn í fólki og það er bara, þú veist, þið sjáið það bara þegar keyrt er yfir dýr. Ég var til dæmis á þriðjudaginn í vinnunni. Þá keyrðum við á pínulítinn fugl, svona skógarþröst eða svona þröst og hann hálsbraut sig í þurrkunni. Ég var nú ekki að keyra þannig að ég er alls saklaus af því. En hann sem sagt lenti á bílnum og flækti höfuðið í þurrkunni þannig að hann hálsbrotnaði á þurrkunni. Og við þurftum að þvo bílinn á eftir því hann var allir blóði atinn eftir lítinn skógarþröst, sko. Og og það er ekki eins og það hefur verið keyrt yfir hann eða neitt slíkt, það lenti bara á húddunni hjá okkur, sko. Og ef að þið haldið að þetta séu vegsumerki eftir að 15 tonna trukkur keyrir yfir fólk, þá hafið ekki mikið vita á því. Og það, sko, fólk sem situr liggur nokkuð í þvert, sjáðu, að það springur í þeim, það springa úr þeim innyflin. Það bara eru bombur sem heyrast, sko. Og það er ekki blóðsnefill framan á þessum vörubíl, sko. Ekki snefill af blóði. Og samkvæmt lýsingunni á þessum atburði þá áttu nú að vera svolítið meira heldur en skógarþröstar sem var keyrt yfir. Og þið sjáið meira að segja undir, sko, þegar að hjól fer yfir líkama þá springur hann, sko. Og það er bara blóð út allt, sko. Þessi bíll ætti allur að vera blóði drifinn. Og annað sem að vekur spurningu, hvar er húddið af bílnum? Það er sagt, ég er bara að svara þeirri lygasögu sem verið að segja mér, af því ég trúi ekki orða því sem þessi fávitar eru að segja mér. Að þá spyr maður sig, af hverju er búið að taka húddið af? Af hverju er það? Og svarið er svo einfalt að það er bara málaferli. Að ef að einhver bílaframleiðandi lendir í þessu að þeirra bílamerki er á displayi, þá eru þeir farnir í alls konar málsóknir og vesen, sko. Og það vilja þessir aðilar ekki að lenda í, sko. Þannig að það er ástæðan fyrir að það er ekkert húdd. Er náttúrulega einhver einstaklingur liggjandi upp við hús og er náttúrulega stólpi, sjáðu. Þannig að þetta er bara eitthvað þreyttur, sko. Hefur ekkert með þennan atburð að gera. Og þið sjáið að það er ekki blóðsnefill framan á bílnum. Og litli fuglinn sem lenti framan á okkur lenti í þurrkunni og það var blóðstraumur hér upp, sko. Þannig að hér er eitthvað sængurver og ekki blóðdropi, sko. Þetta er sviðsett blóð, mjög takmörkuð svæði, sjáðu. Og þið sjáu hvernig þetta er uppstilling, sko. Tel ég, sko. Ég er náttúrulega bara að tjá mína skoðun á þessu. Þið endilega gerir vídeó og sendi mér. Að þetta lítur út fyrir að vera sviðsetning. Sjáum við annað einkenni á fólki, kræsisleikurum, að þeir eru yfirleitt tilbúnir undir langar setur. Þeir eru með vatn með sér. Þeir eru tilbúnir í langar setur. Með pizzu og kóla, sko, eða vatn er þetta. Og þið sjáið bara á þessu fólki að þið berið það saman við aðra atburði sem kræsisleikarar eru
notaðir, að þetta hefur öll einkenni á því. En þar fyrir utan, þá breytir engu hvort einhver dó þarna eða hvort að, eða þú veist, í minni samsæriskenningu breytir það voða litlu hvort að einhver hafi dáið eða ekki. Og þetta eru náttúrulega bara mínar skoðanir og mínar samsæriskenningar. Og náttúrulega ef einhver hefur tapað ástvin eða einhver hefur látist, þá samhryggist við það. Þið vitið að ég er á móti öllu ofbeldi og að drepa fólk er æðsta stig af ofbeldi. En hérna, bíddu nú við. Það er komið fullt af kommentum hérna. Þú verður svo klikkað lík út allt, mörg hundruð vitni, og þú heldur að þetta hafi verið sett á svið. Það eru mörg hundruð vitni að ég keyrði þarna bíl og það var fullt af fólki sem var hljóp út allt og byssu eða svona kúluskot eða eitthvað svona púðurskot og fólk var hlaupandi allar áttir. Og ég get alveg trúið því að það hafi slatta fólki slasast bara í múgaði sínum sko, og hlaupa þarna í einhverja fáránlegar áttir sko. Þannig ég get alveg trúið því. En sko það er þarna fólk sem á að vera vitni. Einn sagði svona, já, hann keyrði yfir þarna mann og svo keyrði hann upp að mér og svo stoppaði hann. Já, ok. Og hérna, sko, ef þú bara hlustar aðeins á þessi vitni til dæmis sem er að koma fram í þessum hjá fjölmiðlunum, þá eru þau nú ekki alveg trúverðug, og ef þú hlustar á þau þá eru margir sem að sá ekki neitt sko, og sá bara fullt af fólki hlaupa og heyrðu eitthvað púðurkellingar og vissi ekki neitt sko. Og íslenska vitni til dæmis sem kom fram á Vísir sagði þetta er alveg óraunverulegt sem er svona gáfulegt það sem hefur komið fram í þessu hjá fjölmiðlunum í þessu máli sko. Þetta fara rétt eftir meðan ætla að flettin upp í það. Hvað vitnið á Vísir sagði, bara íþróttadraslinn í gangi. Hvað sagði hann? Já, þetta er allt mjög óraunverulegt, sagði íslenska vitnið, Íslendingurinn inn í hís. Ok. Horfðu á þetta, þú sagðir að enginn sé í bílnum. Ég sagði náttúrulega að það væri þessi þarna í drapplitu fötunum hefði verið bílstjórinn, sko. Nei. Ok. Það er hlustandi sem segir að bílstjórinn sé sínum bílnum. Hann er búinn að debunka mig. Nei, ekki debunka mig. Ekki debunka mig. Ég er bara ánægður að ég er debunkaður og ég var WhatsApp-ykkur, ég vona að ég hafa ránt fyrir mig með allt. Það skiptir akkurat einhver máli. Ok, horfum á bílstjóran. Já, hvað er bílstjórinn á þessu vídeói? Það er engin bílstjóri þarna. Þetta er sama vídeó og ég var að sýna áðan. Það er engin bílstjóri þarna. Sýndu mér á nærmynd á hann. Svo er annað með, ég meina, þessi vídeófútið sem að menn er að taka á símana sína, eigið þið til með svona smartphone eða svona síma sem er með vídeókamera á? Eigið þið svoleiðis, svona Samsung eða iPhone eða hvað það heitir allt saman. Eigið þið svona glerblödu? Pröfið að taka mynd með henni og takið eftir hvernig gæðin á þeirri vídeó er hjá okkur. Ég meina, það er engin hátíð að gæði á neina þessum vídeóum af atburðunum. Akkur er það? Er allir með ykkur bara síma frá 1932 eða hvað er í gangi? Eða 1933?
Ok, þannig að þetta er ekkert debug Erik Cartman, hver sem þú nú ert. Það er enginn í bílnum. Það sést enginn þarna í bílnum. Liggur upp við gluggann? Nei, það er ekki þarna. Þótt ég hefði orðið vitni að þessu, myndi samt bulla fyrir athygli. Haha, satt, ok, leið að það kemur loksins blóð. Þetta er sviðsett blóð. Ok, ég meina, þetta er bara mín skoðun. Ég virði alveg að þið hafið aðra skoðun. Ok, hausinn liggur upp við gluggann. Þetta er bara kjaftæði, sko. En ok, ég skal spila þetta aftur. Hérna, það er þetta vídeó sem er að vitni í. Býst ég við. Ég átta mig á að það er eitthvað þarna í bílnum. En ég meina, það getur verið jakkinn eða, já, bíddu nú við, 043. Ok. Þú átt ekki að senda skilaboð 033. Ok. Hvar er gaurinn hérna? Þetta er spegillinn, sko. Eða skilti eða eitthvað drasl, sko. Þetta er ekki manneskja. Ok. En sko, segjum að sé einhver hérna í bílnum. Sumir segjast, þetta eru speglar hérna. Veit ekki hvort ég er með náttúrulega meira próf. Með miklu meira próf heldur en þið allir til samans. Nei, ég er bara að fíflast. En sko, þetta eru speglar hérna, sjáðu. Og hérna náttúrulega það er náttúrulega bara grein í mynd af þessu. Það er enginn með HT-myndavélina, sjáðu. Sjáið þessa kumpána hér, 2 skref fram, 2 skref aftur, 2 skref fram, það er enginn hérna. Sko, athugið það að sko manneskja í svona bíl er með hausinn sirka hér. Situr sirka hérna, sko. Já, svona hér sirka. Þannig ef einhver er dauður þá væntanlega liggur hann út á hlið eða fram á stýrið eða væntanlega myndi hann reyna að fara oní beygja sig undir stýrið eða beygja sig undir mælaborðið eða vera að skjóta á hann. Ok. Speglarnir eru þarna á 40, hérna eru á 44. Ok, 44, zoomar inn. Þetta er glampi í glugganum, séð það. Það er ekkert hérna núna, sko. Þetta vantar bara að vofa. Hérna er 45. Þetta er glampi. Séð það hérna. Jæja, never mind. Það er bara að give up, sko. Dude, bara búin að gefast upp strax. Come on, bring it on, dude. Hérna ég var hérna í viðtali hjá Ælupokanum á X-inu minni. Og hérna alltaf þegar menn eru orðnir rökþrota
gegn mér, þá verða alltaf svo fúlir út í mig. Við, ókei. Mhm. Fólk sem trúir í blindni hinu opinbera, yfirleitt sviðsettu atburðum, lifa í fjálblekkingu og eru ekki meira virði en fallbyssufúður, eru, já, eitthvað. Ókei. Já, sér ekki hver græðir, sko. Þið sjáið að þetta nú er bara verið að bomba í Sýrlandi og hvað var það, Líbíu líka. Þetta var sem sagt glampið, þetta var engin manneskja. Nei, hann lá farþegamegin, ókei. En sko, ég var að tala við einhvern svona. Ég var að segja, sko, ég er að reyna að lýsa skákinni og ég er að lýsa skákmóti. Og ef við hugsum okkur að hvert skákborð sé eins og ein þjóð, þá ef þú horfir bara á eitt skákborð, þá áttarðu ekki á stöðunni í mótinu. En ef þú horfir á allt mótið, þá áttarðu á stöðunni í mótinu. Og ég er svolítið eins og skákskýrandi. Ég er að útskýra skákmótið allt. Og það eru svona fuglar sem er alltaf að dæma mig fyrsta lagi geðveikan, sem er bara beside the point, það kemur málinu í raun ekkert við. Geðheilsa mín kemur engu máli neins staðar við ekki neitt. Ég er bara að leggja fram mínar skoðanir og hvernig ég sé söguna sem verið að segja mér. Og menn eru þá alltaf að segja, þú varst ekki á staðnum, ég meina þú veist ekkert þetta, en ég er bara kommentar á söguna sem mér er sögð. Sko þið áttu þess að fjölmiðlar eru að segja ákveðna sögu. Og ég er að lesa þá sögu og horfa á vídeóin og ljósmyndirnar sem fylgja þeirri sögu og ég er að gagnrýna það sem verið að sýna mér. Alveg eins og ég kannski að horfa á skákmót í sjónvarpi og fylgjast með því á bloggi einhverjum sem er í á skákmótinu og frá þeim sem eru með skákmótið og fleira slíkt. Og út frá því er ég að spá í skákmóti, hver hefur sigur líkur og ég er kannski að spá í einhverja leiki, þessi leikur var æðislegur og frábær og þarna gerist þetta og gerist hitt. Ég er bara að skoða skákmótið þótt ég sé ekki einu sinni á skákmótinu. Og svo kom alltaf góleminn alveg steinlín bara, Axel, eða tapmenninir, eru þeir úr tré eða plasti? Og er fyllt eða pappír undir þeim límdur svona til þess að fara mjúkt yfir borðið? Og eru skákborðin steinn eða viður eða hvað er í skákborðunum? Eða þessu, já, hvernig er það? Og maður bara svona, já, það glampar svolítið á skákmennina, þeir eru hugsanlega plast. Nei, þeir eru ekkert plast, þetta eru viður, sko, lakkaðu viður, sko, þú ert ekkert með þetta, sko, þú ert bara víst ekkert, sko. Og maður bara, veist, hvað á maður að segja? Já, og þú ert geðveikur, sko. Þú ert bara geðveikur. Ég er hérna, það er stuttur tími í endataflið, en hérna, ég er hérna svolítið frostbitinn eftir að ég var þarna með ælupókanum í hérna Harmagedddu þættinum þarna á Exinu. Það er miklir dónar. Við erum alltaf með ræpu. Mér skildist í morgun að frá Máni hefði verið með ræpu á dollunni. Ég hef bara ekki verið með ræpu í nokkur ár, skal ég segja ykkur. Það sé bara 4-5 ár síðan ég var með ræpu, en ég man eftir að þeir eru alveg til skiptis með ræpu aftur og aftur. Þannig að ég er nú áhyggjur af heilsu þeirra, greinilega. Ekki gott að vera musteris peyjar. En hérna, þetta er sem sagt skoðun mín á þessum atburðum. Þetta eru sviðsettir atburðir. Og hérna, ég selði það ekki dýrara en keypti það. Ég selði það ekki dýrara en mér var sýnt á fjölmiðlum. Og hérna, ókei.
skellum okkur í hérna til Dallas. Og hérna, eruð þið með einhverjar spurningar um hérna, hérna næsið, þá spurði ég mig bara um það. Dallas Hawks. Sko, ég veit ekki hvort þið sáuð hérna. Hérna. Já, líffæraránið. Myndum á það eftir Dallasið. Hérna, sko. Þið þurfum að átta ykkur á því að skotárásirnar á policing hoax. Að skotárásirnar á þessa blökkumenn eru líka hoax. Að það er sérstaklega hérna með það er sérstaklega hérna með sýningu það alveg vídeó líka. Og það er hérna, skal ég segja ykkur. Það er hérna hvað spilar þetta ekki? Já, þetta er fair use líka, bara svona ef YouTube allar að vera eitthvað svoleiðis vesen. Hérna sjáið þið greinilega. Fyrsta leið náttúrulega mjög óverlegt að lögreglumenn liggi svona á bakinu og bara svona líkamsburðir þeirra eru mjög ótrúverðugir. En hérna fer þessi kumpani mjög greinilega yfir þetta sko. Að hérna þið sjáið að hann hérna horfið bara á þetta vídeo, Urban Disciples. Ég ætla ekki að spila þetta mikið, þá fer maður að fá vesen, skilur. En þið sjáið á þessu vídeo að hann setur hendina hérna undir bílinn og nær í blóðpoka og hinn lögregluþjónninn sem er hérna spila alveg hérna sko. Þessi lögregluþjónn hérna, hann hjálpar við blóðpokan og þið sjáið að þegar þið ganga frá blóðpokanum þá fer myndavélin akkurat frá og svo kemur hún aftur tilbaka þegar hann allur blóðugur á bringunni. Að þessar myndir eru líka hoax. Þessir atburðir og það voru líka sko 2 tökumenn. Annar var hérna hægra megin við myndina og þessi sem að tekur þetta sjónarhorn. Það fyrir utan það að lögreglan er bara sátt við að þessi 2 að taka myndir af þessum atburði, skilur. Að hérna skal ég segja ykkur, það var annar hérna hægra megin. Þegar þessi sem tekur þetta skot svengir myndavélina til hægri þá er enginn þar. Það er bara eitthvað ghost. Þetta er þess að tekið til þess að 3 klift saman. Og hérna þannig að horfið á þennan gaur hérna, þennan Urban Disciples, hann er með mjög góð vídeó sko. Og hérna hann hérna tók þetta hérna líka fyrir. Það sýnir ykkur það. Já, þessi 3 hérna. Þetta er að þetta líkindum hoax líka. Sko, bara ef þið farið að skoða
tökurnar, sem sagt hvernig þær eru teknar, hvenær er klippt og hvenær er klippt inn. Bíddu, það var annar sem já, þessi hérna gaur, bíddu. Þessi hérna er líka að öllum líkindum hoax. Þessi Philando Castile. Að þetta er allt Urban Displays. Hann er miklu betri í þessu en ég, sko. Að sko, ef þið horfið á þetta vídeó líka. Veitu hvað er CPU? Ég var að gera núna, er það komið eitthvað? Já, ok, 78. Að þetta meikar ekkert sens. Og ef að þið horfið á síðan fer hún út og er bara að taka vídeó áfram, sko. Það er ekki trúverðugt, sko. Þannig að horfið á þetta vídeó líka. Þetta er hoax líka. Og horfið á viðtalið á CNN við foreldra þessa manns. Og það er ákveðið psyop í gangi í gegnum þessi vídeó. Og þið sjáið það á foreldrum þessa gaurs. Þegar þeir eru í viðtalinu við CNN. Þeir eru nú ekki trúverðugir í því viðtali, sko. Og virðast nú ekki vera mjög því að skonsinn. CNN. Við erum bara til í viðtölu nánast strax eftir svona rosalega atburði, sko. Og sko skilaboðin með þessum með þessum aðgerðum í Bandaríkjunum. Ég er hættur að tala um París nema að koma einhverjar specific spurningar um það. Fyrirgefðu, smá nærri hérna. Að ef þið hlustið á viðtalið við þau, þá er það bara svona propaganda svolítið mikið í þessu, en síðan segir mamman, sko, já, bara comply. Þú veist, að comply við lögregluna er eina örugga leiðin til þess að þú veist að lögreglan drepið þig ekki bara og allt þetta. Truth. Truth Stream Media. Að sko þessi kenning kemur frá henni á Truth Stream Media. Hún er rosalega klár. Þau bæði. Þau voru að vinna hjá Alex Jones og sögðu upp þar. Hún gáfu skíti allagamla. En þessi stelpa, ég man ekki hvað hún heitir. Hvað heitir hún aftur? Hún er rosalega, þessi hjón er alveg svakalega klár. Melissa, já. Hún er algjör snillingur þessi stelpa. Formerly Melton, já, ok. Og Aaron Dyke, sko. Að þau eru snillingar, sko. Og er hún að sýna einmitt eitt vídeó þar sem hún er svo spot on, sko. Að er hún að sýna glórulaust police brutality, sko. Og eins og snillingurinn sem hún er, blessunin. Þá sjáum við lögguna bara að taka þessa ölvuðu konu og buffa hana, sko. Og spilar ekkert hjá mér þá. Og hún hljóðið sér í lagi. Ég verður að láta mig vita að ég er að yfirkeyra tölvuna. Allavega, ef hún er að tala kannski bara hérna. Hérna er sem sagt. Já, ég ætla bara að sýna stil. Þið getið farið yfir. Þið sjá bara Trust Stream Media, þetta er hjá henni. En sko, hún fór að horfa á
hún fór að horfa á sílin, sko. Eða sem sagt, þið vitið að það eru nokkur 100.000 manneskjur sem vinna fyrir military complexin eða herinn og leyniþjónustuna og allt þetta sem eru að fókast í kommentarkerfinu, sko. Og hún fór að lesa eða svona þemað í þessum og comply. Hérna er allir að segja að þú verður bara að complya, sko. Ef lögreglan er að fara með stígvélið í andlitið á þér, þá verðurðu bara að complya, annars drepa þeir þig. Það eru skilaboðin og þau sögðu það líka hérna, þessi hérna skötuhjú, þessi hérna 2, þau sögðu þetta líka, sko. Já, bara ég sagði syni mínum alltaf að complya, sko. Það er bara verður að complya, sko. Og hérna og það eru skilaboðin, sko. Það er psyopið að kondísjonera fólk til þess að complya. Og hérna byrju, ætlarðu ekkert að spila þetta ljúfan fyrir mig? Já, svo fer hann að tala um hérna einmitt þetta, já. Og það er rosaleg þjóðfélagsverkfræði í gangi með hérna með Facebookinn og það allt saman, sko. Já, hann spilaði þetta ekkert. Ég held hún hefði spilað þetta einu sinni allavega. Jæja, ókei, whatever, þið finnið þetta vídeó bara og fleiri í þessum dúr, sko. Að það er sem sagt verið að sýna fólki já, gott ljón, takk fyrir það, mónitorinn minn. Að hérna, það er verið að kondísjónera fólk í skilyrðislausa hlýðni við valdstjórnar glæpamenn, ofbeldismenn. Og hérna og þá erum við komin kannski að hverju er verið að kondísjónera fólk í þetta og þið vitið að í UN þið vitið hérna að þið vitið að Samantha Powers var að gefa út yfirlýsingu um það að hérna byrjum við Samantha Powers US að sko að Sameinuðu þjóðirnar eru að streyma inn í Bandaríkin og hérna þannig að það eru svakalegir tímar í undirbúningi og hérna hvernig er þetta? Okay. Fyrir 3 dögum. Skulum bara kíkja á þetta og það er búið að sko þið getið bara farið á netið, ég var hérna, sjáðu bara aðeins, það er fullt af sko það er fullt af herflutningum af Sameinuðu þjóða drasli niður til Bandaríkjanna. Sæll og blessaður, ég þarf að fá mér svona introduction. Það er fullt af Sameinuðu þjóða drasli að streyma niður í Bandaríkin. Og hérna, ég geti grafið skriljón vídeó um þetta. En Bandaríkin eru einfaldlega búin að samþykkja að Sameinuðu þjóðirnar noti her á amerískri grundum. Og hérna
það er enginn að fjalla um þetta. RÚV hefur ekkert fjallað um þetta. Til dæmis RÚV hefur aldrei sýnt ykkur þetta myndband eða það er bara ófundað Frelsi TV sem er að sýna ykkur þetta drasl, sko. Að já, þetta er fair use, þannig að menn séu með það á hreinu. Sjáðu. Það er alveg skrilljón. Sko það fólk er eiginlega í miðju, veist, það er bara verið að fjölga trúpum í Austur-Evrópu, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi er bara verið að byggja upp her og Frakkland setur þessa leiksýningu á fót til þess að halda áfram herlögum í landinu og þú veist, það er bara búið að taka stjórnarskrána úr sambandi, ekki það hún sé mikils virði en allavega þá er það svona kannski einhver vörn fyrir fólk. Og í raun er það sama að gerast á Íslandi. Ísland hefur í raun hún Lilja Frímannsdóttir Freemasondóttir hefur bara gert það upp á sitt eindæmi, bara skrifa samninga, Ameríkanar geta bara samskonar og þetta með Sameinuðu þjóðirnar. Og þannig að ef að þið haldið að það sé einhver svona gaur sem hefði bara ákveðið að keyra hútlausan leiguvörubíl inn í hópa fólki þá eru þið sennilega ekki að sjá samhengi hlutana. En ég sé að Karl Alberts hefur miklar áhyggjur af líffæra ráni og flóttamönnum. Já, ég held að ég sé líka búið með Ameríku. Þessir atburður í Dallas. Já, ég var ekki búin að fjalla um Dallas sjálft. Að Dallas sjálft, það handla fullt af kræsisakturum út allt. Það er svo sem er alltaf þannig. Atburðarásin stenst ekki. Það er sko það er sem sagt upphaf voru sagt að vera 3 snæperar sem væru með svona triangulation sem er tækni sem að leyniskyttur nota og í lokin er þetta bara lone gunman sem var sprengdur í loft upp með róbót án dóms og laga og það var sagt að hann hefði verið upp á bara lengst upp á þaki sko eða í bílageymslu hann í Bandaríkjunum og það getur eiginlega ekki staðið, ég meina hvernig fór róbótinn upp á þak og bara og gaurinn alltaf heyrði ekkert í róbótunum með neitt og svo bara kabúm. Þú veist, það bara stenst enga skoðun sko. Og hann já, byrjum við, ég veit kannski sýnt ykkur hérna, þessi gaur er minn uppáhald í dag. Hann Urban Disables. Hann er nokkuð þéttur. Og þið sjáið hvað var hann að sýna okkur hérna? Þið sjáið, þið náttúrulega búið ég hef verið að birta þessa myndir sko. Já, fyrirgefðu, þetta er Frakkland. Hann var að dýbænka Frakkland líka. Bastil. Já, hérna skal ég segja ykkur minningarathöfnin. Við erum að tala að ælupókarnir sökuðum að sýna hinum dauðu vanvirðingu. Þetta fólk er bara dansandi á gröfum svokölluðu dauðu. Að sko, það er bara partí. Og fólk sé að hann getur ekki kontrólað smælið hjá sér sko. Og þetta á að vera minningarhatur yfir þessum svokölluðu dauðu löggum sko.
og í ræðunni sjálfri 40 mínútna ræðu gun control, þeir eru að dansa hérna á af því það er bara minningarathöfn þessa löggumenn, það er engar jarðarfarir, það er bara minningarathöfn. Og það er alltaf þannig í svona fake atburðum, sko. Hérna mm, hvar voru Keystone kapparnar aftur? Þetta er bara CNN eða hver er, nei, þetta er ekki gott myndband. Sko þið sjáið ef að þið farið yfir myndbönd sem sýna þessa atburði hér, þá sjáið þið svona svona Hollywood byssukúlur. Bíddu nú við, hver fór vel yfir þetta hjá mér aftur? Það var hann hérna. Ég ætla að stoppa þeim sem ég fer hérna á Facebookina mína, það er stundum fólk þar sem vill ekki. Það er eins og einhver vinur minn sagði hérna. Já, einhver senda mér hérna prumpupóka í staðinn fyrir blóðpóka. Ókei. Já, annað hérna, einmitt, hérna er eitt enn. Já, ég segi ykkur á eftir. Það er hérna, tengist París. Ég ætla alltaf að reyna að halda við efnið. Ég er þetta í Dallas núna, ekki satt. Það er svona verið að fara víðan allan heim. Það er hægt þótt ég sé ekki með flugvél einu sinni, þá get ég farið víðan öll. Það frýs allt hérna núna. Ókei, gleymið því. CPU-ið fer alveg upp úr öllu valdi. Ókei. En hérna, ef að þið horfið á einhver af þessum rásum sem ég var að deila á Frelsi TV og já, ég deildi þessu reyndar af þetta á frelsitv.com, sko. Ég veit ekki hvort ég nenni að gera næs frétt á Frelsi TV, sko. Þetta er bara rugl, sko. Sjáum til. Ég þarf nokkuð að passa mig á CPU. Já, þið kíkið bara á frelsitv.com, þar er hoax, falskur fáni í Dallas og þar er bara serían af vídeo og þetta. Þannig að þið farið bara sjálf þar inn og horfið á vídeoin, þá sjáið þið að þetta eru svona paintball kúlur eða sama og paintball. Nema það er ekki máling í þeim, heldur er duft og svona gneistandi efni og það sjáið þið nota þannig í Dallas. Allir skotvinklanir stemma ekki og þið sjáið þarna myndir af fólki í bílageymslu með barn eða eitthvað mjög lágvaxinn, sennilega er þetta barn með unglingur sem standa bara og taka myndir, sko, og það er bara live snipers út allt, sko, og lögreglumaður stendur við hliðina á þeim og er ekkert að þetta stenst enga skoðun, það er bara svo einfalt. En hérna já, Karl, eða þú ert með eitthvað linkinn á þetta líffærarán, var þetta á Vísi eða hvar var þetta? Þetta er hoax, sko. Þetta er alveg klassískt Mossad kjaftaði. Og hérna er það sem ég ætlaði að segja ykkur í sambandi við. Þetta er það sem ég ætlaði að segja ykkur í sambandi við. Já, flettið líka bara myndum af svona hreindýrum eða svona litlum dádýrum sem er síðan mikið í Svíþjóð sem er keyrt á af vörubílum. Það er bara blóð slettunar yfir allan bílinn, sko.
Þannig að þessi lyga stenst enga skoðun. Og það sem gerðist sko, þá voru margir búnir að spá því að Eiffel-turninn yrði sprengdur í tætlur eða það yrði eitthvað gert í kringum Eiffel-turninn. Og það gerðist líka. Það var á þennan dag og virðist hafa verið brennd dekk. Já, brennd dekk, skilurðu. Og brennd alveg á réttum stað, þannig að vindurinn bar reykinn upp Eiffel-turninn, skilurðu. Sjáðu rosa bál hérna. Og akkúrat réttu megin til sjáðu, allir hræddir um að þetta væri ISIS, veist það bara það er ekki einu sinni búið að skoða málið, þá er bara herflugvélar farnar af stað með sprengjur og það er bara allt dæmið er byrjað, sko. Og þannig að var þetta ekki vídeó hér? Nei, það er myndir. Það getur séð hérna að það er vídeó líka af þessu. Og þannig að þetta gerist þarna líka 14. sko, sama dag. Og 14.07.16 er náttúrulega er þessi hátíðardagur þeirra. En þið áttuð okkur á því á morgun er 16.07.16 sem þýðir 777, já. Og það er þetta lið fer alltaf hjörunum þegar eitthvað svona merkileg númer í þeirra huga að koma upp, þá fer þetta lið alveg af líningunum. Já, ég sem sagt skora á ykkur að kíkja á Frelsi TV Facebook-síðuna. Þar er mikið áhugavert efni. Og ég er basically, já, það er svarið, Karl, við þessum líffæradæmum. Þetta er 99% hoax. Og það myndir af þessu fólki sem ég sá geta alveg verið bara í Sýrlandi eða Líbíu eða hvar sem er. En það kemur svolítið inn á þetta næsta sem ég ætla að segja. Og það er það er það var einhvern sem sagði þetta. Man ekki hver var að segja þetta eða kveikjan að þessu er ekki frá mér. En við vitum að það er alltaf verið að tala um nasistar þetta og nasistar hitt. Og þessi nasista saga hefur aldrei gengið upp í mínum huga. Það er ekki þessi Þjóðverjar sem verður að elta út allt sem að eru þessi svokölluðu nasistar, og þetta orð nasismi er svona lýsingarorð yfir ákveðna atburði, og þið sjá ég gerði þarna vídeó byggða á bókina hans Skákað í skjóli Hitlers. Og sko, ég held að nasistar komi frá þessari rót. Lygin er að orðið nasisti komi frá national socialist. Ég held að komi frá þessu orði. Ég held að þetta sé liðið sem verður að vitna í. Og við vitum að bolsevikar og það er þetta gengi sem að er voða mikið með puttana í öllu virðist vera. Og það var eitthvað sem var að sagði þetta bara, og ég hjó eftir þessu. Ég man ekki hver það var reyndar, hvort það var Guðjón, eða ég held að
Það verið hérna feiti vinur okkar í Ameríku. Æ, þetta stólið mig hvað hann heitir. Hann er það píanóleikarinn. Eða sem er stundum með tónlist líka. Man ekki hvað hann heitir. Ég er aðeins að bíða eftir að Guðjón skelli nafninu. Skeggjaði vinur okkar. En hérna þetta að því sko líka maður verður að skilja hvernig þetta lið hugsar allt saman. Og sko hugmyndafræði þessa liðs passar miklu betur við atburðina. Ég er bara að horfa á lygasöguna og stríðsskaðabæturnar og allt þetta ógeð sko. Það passar miklu betur við þennan hópa fólki. Eða þessa trú eða þetta fólk trúir að það sé æðra en annað fólk til dæmis. Og þessi lýsing hefur aldrei passað almennilega við þýsku þjóðuna til dæmis. En þar segir skákaði í skjóli Hitler sko. Það fyrsta sem að Hitler gerði var bara að taka bankamenn og raskella og hérna þeir frostbíta nokkuð þar tilbaka sko. Og það einmitt þessi bankamafía sem að stofnuð þarna 1913 og náttúrulega með einhverja anga aftar, ég meina þeir eru með anga aftur í Napóleónsstríðið. Að það eru þetta lið sem er í öllu þessu vesenni sko, eða fólk sem er að vinna fyrir þá. Þetta lið bara með ómælt magna peningum og bara að drullamalla í svona vesenni sko. Kontróllera öllum leyniþjónustum, öllum herjum. NATO og Co undir hæl þessa liðs. Og þetta alveg bara, þú veist, ótrúlegt að þetta lið ná að fela sig svona vel. Já, ótrúlegt og ekki ótrúlegt, ég meina það allir fjölmiðlar með þetta alveg á launum hjá þessum pakki sko. Og þið sjáu nú hvað ælupoka með þegar ég fæ, til þess að hjá Harmageddonum. Það bara sturtað úr ælupokum yfir mig, þegar ég með bara einhver aðra skoðanir, aðra sýn á hlutina. Og bara fullyrðingar úr lausu loftu gripnar mig að ég hef aldrei, ég bara viti ekkert í minn haus. Og hef aldrei hitt á neitt rétt. Sem að reyndar ekkert markmið hjá mér í sjálfum sér, en ég held að ég sé nú nær raunveruleikanum heldur en fjölmiðlunum til dæmis, eða hælupókarnir. Og ég reyndar svolítið á þeirri línunni sko, að ef ég fæ mikið regn af geðvotturum þá það bara í besta mál. Þá ég greinilega að gera eitthvað rétt. Ég meina, ég líti á það sem mitt hlutverk í þessu dæmi að horfa á hina hliðina. Horfa á, ég meina, það engin, það bara þessi fjölmiðla vella bara rennur einhvern veginn onni í görnin á fólki og það bara, já, ekkur allir að vera svona fátækir og ekkur eiga bara fáir allt drastlið og já, Axel bara geðveikur sko. Ég meina, hvernig hafa skýringar fjölmiðlanna að gagnast ykkur hingað til dæmis? Þú veist, ekki eitthvað annað geðveikt heldur en ég sem þó allavega að benda á einhverja hluti. Annað já sem að ég þarf að benda ykkur á. Það hvernig ælupókarnir svara mér sko. Þetta hvort þið tókuð eftir því á útvarpi æluútvarpinu. Maður fer í heimsókn þar þá bara ælti við hann. Bara á gaurum sem alltaf með skyttuna, sitt alltaf á dollinni. Að það var í viðtali við Smára. Hvað heitir það? Smári eitthvað. Hann Smári, já. Sýningu það. Sýningu viðtalið. Það síðan Smári McCarthy ræðir fátækt, skattsvik og spillingu. Það aftarlega í viðtalinu, þá spyr frostbitið spyr þennan kauða hvernig það einhver að segja að innheimta og skatti sé glæpur. Hvað finnst þér það?
Og þá svarar hinn ælupokinn: „Já, það er enginn glæpur, það er náttúrlega bara fáránlegt sko, að innheimta skatt með valdi er bara í góðu lagi og ég meina fyrir það byggjum við vegina. Og það er bara glæpur að aka á vegunum án þess að borga fyrir það.“ Hlustið á þetta. Þetta er svo fyndið. Að það sem að ég er að tuðra hérna út um mér, það er alls staðar verið að reyna að svara því einhvern veginn. Bara innheimta með á skatti með valdi er ekki glæpur. Það er bara frábært sko. Og ég var að hugsa í dag um fánisma. Ups. Hét hann ekki Stefán Fáfnisbani? Sigurðarkviða Fáfnisbana. Var ekki hann sem var að berjast við mítruna? Hvað segið þið? Sigurður Fáfnisbani. Sko, það var hann að marghöfða hítran, var það ekki? Var það ekki hann sem var að berjast við það? Fyrir bæri. Að sko, hvað heitir þessi vera? Marghöfðabreki. Dragon. Þessi er allir svo rosalegir. Maður ræður ekkert við það sko. Ég var að velta fyrir mér. Eins og þið vitið, þá er boðorð Frelsi TV að baráttan sem við eigum við er ekki við fólk af hold og blóði, heldur andaveru vonskunnar í himingeimnum. Já, þetta er hýdra. Það er hýdra. Hérna er eitthvað skona mynd af þessu. Það var ekki Sigurður Fáfnisbani sem að gekk gegn hýdrunni. Og þegar ég sagði þetta, ég fann upp þennan frasa að innheimta skatt með valdi innans við ofbeldi er glæpur gegn mannkyni, þá, og í hvert skipti sem ég segi þetta, þá upplifi ég mig svolítið í þessari stöðu og ég er svo lítillátur nú. Og og eina leiðin til þess að díla við svona fyrirbæri er að reka það beint í hjartað. Og hjartað við hýdruna sem við erum að glíma við er einmitt að innheimta skatt með valdi er glæpur gegn mannkyni. Það er lykillinn. Og já, það er bara þannig. Og þannig að það er alltaf verið að reyna einhvern veginn að búa til, þú veist, höfuðin koma og bíta því í bossann sko.
og það er alltaf verið að reyna að fá þau til þess að berjast við höfuð og nýtt höfuð, sko. Og og lausnin var að reka viðbjóðinn í hjartað, að fara framhjá höfðunum. Já, en hver á það að leggja vegina? Er náttúrulega að keyra á vegunum án þess að borga er þjófnaður væntanlega, þú veist. Að ef það bara fari beint í hjartað og bara innheimta á skatti með valdi glæpur gegn mannkyni, þá drefst þessi hýdra, sko. Hún stenst ekki það álag, sko. Já, þannig að látið ekki plata ykkur í einhverjar að berjast við einhverja litla hausa, sko, þegar að hjartað innan seilingar. Og það merkilega að það stanslaust verið að svara Frelsi TV út allt. Þú veist, þessar hugmyndir og eins og með kosningalögin, nú að bara, já, við erum bara að breyta öllum kosningalögum, sko, bara, já, veist, en þá ekki að breyta einu sem skiptir einu máli, skilur. Þannig að það og stjórnarskráin, sko, það ekki stjórnarskrá á Íslandi heldur. Guðjón Reynberg búinn að sanna það, 2013 var henni bara hent út úr gluggann eins og í Frakklandi. Og Íslandi í raun herlög, sko. Við erum undir herlögum í dag. Og þannig að hýdra það ekkert hýdru hérna. Allavega þá það spennandi verkefni að debunka þetta. Já, undir hvaða lögum erum við þegar stjórnarskráin farin? Hvaða samning var Lilja að gera við Bandaríkin og hvaða samninga verið að gera við Sameinuðu þjóðirnar? Skoðaðu það. Ertu búin að lesa samningana sem var verið að skrifa undir til dæmis? Hver við stjórnvöldin þegar stjórnarskráin farin? Það engin stjórnarskrá gildi í landinu nema ein, og það stjórnarskrá þjóðveldis. Endurreist þjóðveldi í gildi ennþá. Og meira að segja hefur þjóðveldið gamla hefur aldrei fallið úr gildi af því að 1662 á Kópavogsfundinum var völdum rænt á Íslandi. Og þegar völdum rænt, þá eina rétta leiðin tilbaka úr því að fara í næsta skref fyrir undan og það var þjóðveldi. Þannig að þjóðin ræður sig sjálf, en núna elítan eða valdstjórnin í raun að semja herlög og frjálsan aðgang herafla að landinu. Og það herlög. Og það að sama á forsetafávitin í Frakklandi að segja. Annars við ýttum stjórnarskráni til hliðar. Það engin stjórnarskrá í landinu. Það kalla það neyðarlög eða neyðar þetta bla 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 hitt eða það kemur undir alls konar nöfnum. En það þýðir hvaða samningar síðan 1951. Ég meina, heldur að Ísland hafi verið hertekið bara í gær eða? Ísland var hertekið 1662. Við Kópavogsfundinn, þá var Ísland hertekið. Það var alltaf verið hertekið síðan þá. Það ekkert breyst. Ég meina, þótt að menn lifi í blekkingum, þá verður blekkingin ekki að raunveruleika, sko. Og þetta ekki sömu samningar á 1951. Það komið þarna alveg heilt apparat af Sameinuðu þjóðunum inn í og hertekið af þessari erlendu mafíu sem við erum alltaf að tala um, banka, Rothschild, Rockefeller, Bilderberg, góði.
Þið verðið að horfa á Frelsi TV, sko, til þess að vita eitthvað í ykkar haus, sko. Nú man ég ekki hvað ég ætla að fletta upp. Já, ok. Já. En í alvörunni, það er óbúslega þreytandi. Ég meina, börnin mín, 5 ára og 3 ára, er fljótar að læra heldur en hlustendur, sko. Þú veist, þetta er hertekið af þessari hýtru hérna. Þetta og þetta er sama myndin. Þegar við erum að tala Sameinuðu þjóðanna, þá erum við komin hérna svona langt niður, sjáðu. Og þetta er svona aðeins í hierarchy diagram, sko. Því hærra upp, því meiri norður, því meiri völd. Og hérna 1716 var þetta stofnað. 1740 er þetta stofnað, sjáðu. Og hérna 1951, sjáðu. Þú ert að tala um þetta ártal hérna. Ekki satt. Þetta er liðið sem við erum alltaf að glíma við. Sjáðu, hérna er IMF, bara pínulítill, er í raun svona bara skrifstofa í þessari hýtru, sko. Sko, hafið þið aldrei horft á þessa mynd, til dæmis? Hvað hafið oft farið yfir þessa mynd og sýnt ykkur hérna oft? 150.000 sinnum, sko. Þetta er byggt upp. Þetta net hérna er byggt upp. The conspiracy to rule the world. Þú veist, þeir sem að bara þetta er bara samsæriskenning, það var svona æla, þú veist, þeir sem eru svona ælupokar, þú veist, þetta er bara já, einmitt. Herstöðin var tekin í notkun eftir að Íslendingar og Bandaríkjamenn gerðu tvíhliða varnarsamning við 1951. Já, einmitt, sko. Einmitt. Er ekki bara einhver samsæringarnöttari sem teiknaði þetta? Jú, örugglega. Bara einhver fáviti. Ég meina, ekki er það að halda þið fram að Sameinuðu þjóðirnar séu til. Nei, come on. UNICEF, það er ekki til. World Health Organization, það er ekki til. World Court og World Bank, þetta er ekki til. Þetta er bara einhver bara vitleysa, skilur. Og Bilderberg, það er enginn að mæta á Bilderberg, eða? Er einhver að mæta á Bilderberg? Bilderberg er ekki til. Það? Segir að Bilderberg sé ekki til. Sko, ef þið kíkið á lista yfir fávita sem hafa farið á hana fund, það er þetta búið að falsa Íslandslistan, það er búið að taka Norðdalinn út og ekki búið að setja hann inn aftur, sko. En ef þið kíkið á heimildana hérna, sjá þið, heimildin. Það er nefnilega heimildin frá Alþingi, það er mjög flott, sko. Hérna. Þetta er náttúrulega bara eitthvað, hérna Bilderberg meeting, hvað var þarna? Hvað var þetta? Hvað var þetta? Já, einmitt, þetta er hérna. Ok, hérna eru heimildinar. Hérna er þessi þingfundur. Ég meina, þetta er bara einhver samsæriskenning, Axel. Þetta er bara svona ælupókakenning, eða ekki?
Virðulegi forseti, ég get tekið undir það að setja það reglur og reyndar eru það til að Hei, aftur? Nei, come on. Sameinað þing 8. fundur með kórununa hérna. Þetta fölsun mynd, sjáðu. Þetta fölsun. Og ég get sannað það fyrir þér. Það sko engin fáni hérna. Það hérna, byrju, hvað hann aftur? Byrju, hvað hérna? Hvaða samsæriskenning þetta, Axel? Akkur ertu með svona samsæriskenningar einhverjar? Þetta náttúrulega óviðeigandi. Kóruna. Hello. Akkur teiknað hérna fána hérna. Næ, whatever. Herra forseti, þakka þig fyrir að læra mér að gera örstætt blablabla. Það sem sagt til, það skráð á Alþingi Íslendinga að Bilderberg fundir hafi verið framkvæmdir. Og nú eru menn að segja, já en Bilderberg bara saumaklúbbur, eða ekki? Þetta bara svona menn sem koma og sauma saman einhverjar svona bætur á buxurnar sínar. Þetta náttúrulega bara, þetta bara svona, já, þetta bara svona svoleiðis, sko. En hérna AMF, agreement, þetta allt saman samsæri, Axel. Þetta svona samsærisnöttarar, Axel. Þetta allt einhver misskilningur. Base. Æ, hvað var þessi samningur? Æ. Æ, ég marg búin að sína þennan samning. Já, IMF, sorry. Það var svolítið annað, sko. Nei, hvað þetta? Halló, nú hann rauður. Daginn var hann blár, munið þið. International Monetary Fund. Þetta samsæriskenning, Axel. Þetta bara svona samsærisnöttarar sem skoða þennan samning, sko. Hérna á blaðsíðu 26, sagði. Það færast til hérna, það 9. grein, held ég. Þarna Nei, það bara hérna, yfirlit. Það sem sagt samningur sem segir það að þeir sem vinna fyrir þessar stofnanir að þeir þurfa ekki að greiða nema skatta, skilur. Þeir þurfa enga skatta að greiða og yfir öll landsins lög hafnir. Og hérna, þetta var grein númer 9, hvað var hún aftur? 8, var þetta 9? Já, status, immunity, article EX, status, immunities and privileges, status of funds, immunity, þetta þýðir það að allir starfsmenn og þeir sem tengjast þessum
Já, Lilja Alfreðs og Már Guðmundsson falla inn í þetta, til dæmis, og miklu fleiri. Og þeir eru yfir öll lög hafnir. Það er enginn dómstóll sem getur haft neitt yfir neitt. Þeir eru óháðir öllum öðrum, handtökum og upptöku, þeir eru með 50 tonn af hassi í tösku eða í flugvélinni á sér, þá getur ekkert gert. Þeir bara eiga þetta. Eða vopn eða bara whatever. Kynlífsþræla eða það skiptir engu máli. Þeir eru untouchable. Og það stendur í þessum samningi sem er bara á internetinu. Frjáls eigna, þeim eiga bara allt. Þeir eru ósnertanlegir með það. Þetta er eina fólki sem að NSA má alls ekki hlera. Það er bara allir starfsmenn og officerar eru undanþegnir líka. Allir þessu. Undanþágur frá sköttum. Þetta var allt talið upp sem hugsanlega skatta, tolla, gjöld, fees, flugvallaskattur, you name it. Allt endurgreitt eða undanþegið. Þetta ekki bara einhverjir samsæriskenninganöttarar sem að tala þennan samning hérna? Hvernig er það? Hvað ertu að tala einhverja ælupoka? Er það einhver samsæriskenning? Geta brain, helst aðeins nota hann. Og þetta bara þessi pínulitli hérna, skilurðu. Bara pínulitli hérna, sem IMF, með þennan samning. Þetta eru ímyndaði hvaða samning þessi gaurar eru með. Sem einmitt hérna, þið farið yfir listan hérna, yfir þessa glæpamenn sem að koma hérna á þennan saumaklúbb reglulega. Hérna við getum farið hérna líka bara á Bilderberg Meetings. Bilderbergmeetings.org. Þessi vefsíða var opnuð fyrir cirka 3 árum. Ég er alltaf að segja sama hlutina aftur og aftur. Ég held ég fara bara að hætta því bara. Hvað er maður að kóa heimskingja, sko? Það er bara orðið þreytandi, sko. Hérna sjáum við, ef þið farið yfir þennan skipulagða glæpamannahóp, þá sjáum við margir að þeim eru skráðir international. Og það eru þessir hörðustu glæpamenn sem eru skráðir international. Það eru þeir sem eru komnir hærra í þessari teikningunni. Það er samsæriskenninganöttari sem skrifaði þetta eitthvað bara. Að þetta lið er með allt saman meira og minna með international passa og diplomatapassarnir, þið vitið það að diplomatapassar eru bara lási sendir á starfsmaður. Þeir eru með undanþágu eða þeir eru með sambærilega samning við þennan hérna. Þannig að þeir borga enga skatta eða ekki neitt. Elítan lítur á þig sem heimskingja, sem bara nautgrip. Og því miður verði ég að segja að elítan hefur greint meginþörfina fólki hárrétt. Fólki upp til hópa heimskingjar. Það er bara þannig, því miður. Og ef þið heyrið ekki, eins og ef þið sjáu þetta kort hérna, það er bara einhver samsæringanöttari sem gerir það. Þetta er heilaþvottur sem að tala, þetta er ekki heilbrigð skynsemi, sko. Heilbrigð skynsemi myndi horfa á díagrammið, sem ég glemdi að setja á, ég var með þetta leiksýningu, að sko, heilbrigð skynsemi myndi líta á þetta diagram með áhuga, sem hvað meina hérna, United States og Great Britannia, og heilbrigð skynsemi, einstaklingur sem er ekki undir heilaþvotti og með heilaskaða eftir þetta lið, hann myndi fara eins og ég gerði, ég er ágætlega losnað undan því. Ég fór yfir þetta diagram og ég fór að segja, ok, the group, Rhodes Milner, hvað er það? Oxford, já, það er skóli, og ég fór að rannsaka það, sko. The Order, chapter 3, Skull and Bones, hvað, já, skilur, ég fór að rannsaka þetta allt saman.
og flestir sjá nú bara hérna upp í Sameinuðu þjóðanna, fæstir sjá meira upp. Til dæmis, hafið þið rannsakað Atlantic Council, hvað er það? Hafið þið rannsakað Council of Foreign Relations? Tókuð þið eftir því þegar Hillary Clinton sagði að það er nú gott að hafa þessa glæpamenn hérna aðeins neðar í götunni hjá mér til þess að heyra hvað þeir vilja að ég geri, skilurðu. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna er að taka skipunum frá þessu fólki House of Rockefeller, hver er það? Hafið þið eitthvað fylgst með Rockefeller á Íslandi til dæmis? Esso, hver er inn í Esso? Esso, var það ekki N1? Hvaðan koma lyfin og allt þetta víruskjafta og bóluefnin og allt þetta? Hvaðan kemur það? Þetta er bara einhver svona samsærisnöttari sem ég teiknaði að trú. Þetta var svona samsærisnöttari, sko. Já, það er bara, þú veist, í alvöru, ef þú segir þetta án þess að skoða hvað stendur í það, þú kannt að lesa það ekki. Order of the Illuminati, ok, hvað er það? 1716, hvað gerist 1716? Hellfire Club, hver eru það? Hellfire Club London, Great Britain og United States, ok. Akkur var Bretland að fara í Brexit? Akkur gerðu þið það? Þið sjá að það eru tvær stoðir undir þessu veldi, það er United States og Great Britain, ok, skrítið. Og ég er algjörlega sammála honum hérna, Guðjóni Reynberg, með það að borgarastríðið í Bandaríkjunum var Indíafélagið, það snýrist ekkert Breta eða ekki Breta. Af því að það eru sko líka viðskiptaveldin eru hérna, ef við förum aftur með Bilderberg, það eru svona teknikum, skilur. Það er þessi hýdra, nú kallum við þetta hýdru hér eftir. Þessi hýdra er stjórnað svona mörgu fólki. Já, og svo náttúrulega prótókollanir, ég byrjaði nú með þættum það meira að segja. Ef þú hefur ekki lesið prótókolla lært eldar þá síðan, þá veistu næstu ekki neitt. Það var bara þannig. Veistu hvaða fólk er þetta? Veistu hvað er í gangi hérna? Hvaða tengsl er verið að tala um hér? Öll þessi fyrirtæki eru undir sömu stjórn. Eða stjórn þessa fólks. Hvaða fólk er þetta? Ertu búin að rekja þetta fólk eitthvað? Er þetta satt eða ekki? Timothy Geithner, hver er það? Henry M. Paulson, hver er það? Eitthvað kannast ég við þessi nafn? Þú veist. Þetta er nú bara einhver samsæringanöttari. Já, Bilderberg Group, já, nei, það er nú eitthvað miskilningur, sko. Bill Clinton, þú veist, David Rockefeller, já, einmitt. Hann er bara með svona skautasvell eða ekki í New York. Hann er ekkert, þú veist, George Soros, já, einmitt, sko. Já, Carl Bildt, já, einmitt, já, nei, þetta fólk er ekki til, skilur við. Talandi samsæriskenningar, þú veist, þetta svona einhverjar reverse samsæriskenningar. Þú veist, hérna er bara allir military komplexin, þú veist, Boeing, Ford, þessi Toyota jeppar eru, margir af þeim eru Ford, sko, áttu okkur því. Sem eru þannig alltaf, og sko ISIS er leyni hér þessar aðra, hérna nú Alcoa, það er nú íslenskt, hvaða lína tengist þeim. Þetta er bara gaman að rekja þetta alls saman, Apple, Gillette, öll þessi fyrirtæki eru undir stjórn, sömu aðila, Washington Post. Það er það sem er verið að segja ykkur, veist. Þeir lifið í blekkingum, þeir lifið í Truman Show, þeir eru kjánar, þeir eru kjánabreng. Þið vitið ekkert í ykkar haus. Þið eru bara á eina bókina lærð. Þið eru bara við eina skoðun og neld. Þið höndlið ekki meira en eina skoðun á málum. Nema öðru sem fara að kasta ælupókum í mig, sko, eins og gerðist á Hermageddon síðast því ég var þar.
Ég skil það alveg, fólk upplifir það sem heitir disassociation og eftir þennan ælapoka þátt þennan þátt með ælapokunum þá setti ég komment undir svona aðeins að rökstyðja það sem ég hafði verið að segja því ég var sakaður að þetta væri allt saman bara rifið út úr rassgatinu á mér, sko. Heyrðu, þeim kommentum var öllum eytt. Veistu, það er ekki til heiðarleg fruma í þessu fólki. Fjölmellur, það er ekki til heiðarleg fruma í fjölmellum, sko. Og ég vissi það alveg, sko, þess vegna er ég oft bara í reggalla þegar ég er í þessum viðtölum, sko. Ég er bara klæðin í reggalla, sko. Þegar þessir ælupokar byrja að sullast út um allt, sko. Þannig að þetta er alltaf leið fyrir mig, sko. En hérna, ég átta mig ekki alveg á áhorfendunum núna, hvort þetta eru mikið nýir eða gamlir eða nýr sem spyr mig hvort ég hafi heyrt hann. Okay. Fair question. Þú er ekki hlustað mikið á Frelsi TV, held ég. En er það? Protocol eldar. Ég meira er alltaf kvóta í það. Ég hérna tek biblíuvers úr þessu doktrinni hér. Þannig að þetta er eina af þeim biblíum sem að fólk verður að hafa skilning á til þess að átta sig á því hvað er í gangi. Og það sem að til dæmis þegar Sturla er alltaf að fara í einhvern forseta og fólk er að fara í einhverja veist, alltaf að fara í eitthvað framboð í mafíunni, það er svo mikið skilningsleysi á því hvað er í gangi. Að hérna hvar var þetta aftur? Þetta var í 3. protokóli. Þetta er allt sem segir allt sem segja þarf. It must be noted that men with bad instincts are more in number than the good. Það þýðir að það eru fleiri vondar manneskjur en góðar. Og þess vegna, and therefore the best result in governing them are attained by violence and terrorization. Einmitt. Það er besta leiðin til að stjórna fólki. Nice, hvernig var það aftur? And not by academic discussion, sérst ekki með heilbrigðri skynsemi eða samræðum eða skoðanaskiptum. Það er ekki hægt að tala við ykkur heimskingjana á einhverjum akademískum forsendum. Eina sem þið skiljið er vald og ræðsla, sko. Every man aims at power. Allir menn stefna að völdum. Það sem fá réttin til þess að beita þar ofbeldi. Everyone liked to become a dictator if only he could. Allir myndu vilja vera einræðisherrar. And rare indeed are the men who would not be willing to sacrifice the welfare of all for the sake of securing their own welfare. Einmitt. Það er blaðinni. Og ástæðan fyrir því ég var að segja áðan að Askenasi væri hinir einu sönnu nasistar. Þetta er biblía svokallaðra nasista. Þeir virðast trúa þessu. Og þá er ekkert endilega að tala bara þessa Askenasi, skilur. Þetta er náttúrulega, veist, lífið er ekki það svona einfalt, sko. Það er ekki svart og hvít, sko. Og þennan protokól hef ég prentað út og lesið fram og tilbaka. Tel mig nú vita nokkuð vel hvað stendur hér. Og flestir atburðir máttur er réttur, þeir sem hafa valdið hafa rétt fyrir sér. Að þetta er, fyrir ég ætla að sýna ykkur þetta. Þetta rit hérna er biblían sem hvað var myndir hérna? Sem þetta lifir eftir. Var önnur mynd hérna. Já, það er ekki það.
Var ekki 2 myndir hjá mér? Nei, allavega, ég opna bara aftur. Hérna. Og það eru þessir komponar hérna sem að lifa eftir þessu. En hérna, þetta er ég búinn að fara yfir 130.000 sinnum, 130 þetta er ég búinn að fara yfir 33 sinnum fyrir ykkur á með órans sveittur í skallanum. Og hérna, það er greinilega einhverjir newbies hérna sem hafa ekkert séð og ekkert vita hvað ég fjallaði um. En gott, velkomin, gaman að sjá ykkur. Vaknandi fólk er best fyrir að koma hingað. Ekki píramít. Ég hérna já, skal ég segja ykkur og man ekki alveg hvernig það kom til umræður um það. Það var hérna einhver sem sagði við mig að það væri nú sennilega miklu fleiri sem að hlustuðu á mig heldur en að ég áttaði mig á. En þær gerðu það bara í leyni. En þetta er hinn heilagi píramídi. Þú ert hér sennilega. Það er þetta mikið af liði frá þessum level hér sem hlustar á mig. Ég er nú ekki vonað að margir hér hafi tíma til þess. Allavega hingað. Þetta lið hlustar mikið á mig og er svarandi mér mikið í gegnum sína skrifbenda. Og ég get lent í því að þeir senda á mig svona viðbjóð. Þeir lenda þá í því að krossfesta mig alsaklausan. Það er alltaf svolítið erfitt fyrir það að gera það, sko. Að hérna, þetta er þjóðfélags uppbyggingin sem hefur verið í gangi frá Babylon, sem er cirka 6.000 ár. Það hefur ekkert breyst og það mun sennilega aldrei breytast. Af sleifum ertu komin, af sleif muntu aftur verða. Þess af þrælum ertu komin, af þræl muntu aftur verða. Að hérna, það eru nokkru sem fá að vera akurþrælar. Scribes eru fjölmiðlar. Þetta eru pólitíkusnir. Hér eru húsþrælarnir. Það eru prestarnir og aðalstéttin eða pólitíska stéttin. Og fjölmiðlunar, þið greimin eru nú ekki nema hér og lögguhaugarnir eru hér. Og þetta er svona hérna vinnandi stéttir. Og stéttaskiptingin í því. Þeir sem eru iðnaðarmenn eða lögfræðingar eða þú veist, verkfræðingar, þeir eru kraftsmenn. Og svo er ég hérna á topnum, fará, ég er ræðisvöldlega. Ég er fará. Eða var ég forseti Íslands, ég man ekki alveg hvernig það var. Var ég ekki rétt kjörinn forseti Íslands? Var ekki búið að samþykkja það? Ég meina, ég á öll allt hvað ég mín ennþá. Þau eru hérna á hillinu hjá mér. Þannig að ég get sannað umboð mitt hvernig sem er. Og þá væntanlega ger ég kröfu til hins sem að krefst þess að vera forseti Íslands að hann sanni umboð sitt. Ekki. Ég er með mína sönnun á hreinu. En hérna er ég búinn að svara öllu. Er ekki rælubókar inn í kvöld eða hvað? Hvernig er það? Hvað eru rælubókarnir? Allavega, þá ætla ég að fara og njóta tímans með minni yndislegu fjölskyldu. Og hérna, það kom ekki fleiri spurningar á kommentin,
Þannig að ég lít þannig á að þessu sé svarað. Ég veit ekki hvort ég nenni að tala um þetta hoax þarna í fjöllunum. Það er hérna björgunarsveitin sem var þarna með trúðasýningu upp á fjalli eða upp á jökli þarna. Þið sjá að þetta er bara svona hnédjúpt vatn og fyrsta regla í björgunaraðgerðum er að hætta ekki fleiri lífum og að senda kafara undir ís í þessum aðstæðum er fyrsta lagi heimskulegt og í öðru lagi vítavert gáleysi. Þannig að þeir sem hafa framkvæmt það ættu náttúrulega að tapa öllu sínum störfum og vera settir í fangelsi fyrir heimsku. Sprengjusveitin að sprengja hann allt í loft upp á tætlur og síðan fær kafar á eftir sprengjunum þarna undir. Það er náttúrulega svo mikil heimska að tekur þið ekki að nefna það. Það er náttúrulega hefur ekkert komið fram nafnið á þessum manni, kínverska manni sem átti að hafa dáið í Reynisfjöru. Það hefur ekkert komið og nafnið á þessum franska manni sem átti að hafa dáið undir þessu jökli er ekki heldur komið. Og sagan er nú svolítið snúin og ruglingsleg. Það er hann eitthvað sem fekk hjartaáfall og æ nei það var sá sem að dó og æ það var hinn og þessi og veist, þetta er allt bara rugl sko. En það líka það og hérna síðan bara korterið seinna það var einhver annar sem rann á ís þarna rétt hjá og ef að þið farið yfir tölfræðina þá ætti í raun að vara ferðamenn við ferðalögum á umráðasvæði lögreglunar á Suðurlandi. Það er greinilega stórhættulegt að ferðast á þeirra yfirráðasvæði. Ef þið takið bara tölfræðina hvað er mikla líkur á að ferðamenn slasist þar með við Húsavík eða Akureyri. Reyndar er svæsin mafía Akureyri líka en tölfræðin lýgur ekki að það. Og þessi aðgerð þarna í kringum þessa lækjasprænu þarna við ísinn er bara brandari. Ég nenni ekki að dýbanka það einu sinni fyrir ykkur. Það er svo augljóst. Já, hérna er mættur ælupóki sem kallar sig Jón Jónsson. Ég nenni ekki að svara honum einu sinni. Hérna eru margir sem að tala pólitík við börnin sín 3 og 5 ára. Ég held ekki sko. Ég ætla að gera það ekki sko. Þetta ertu fáviti eða eitthvað svoleiðis. Eða kjánaprik. Ég veit ekki. Maður á ekki að pirra sig á fólki. Ekki. Það er víst ekki í starfslýsingunni minni að vera að pirrast á fólki. Ég er víst mennskur. Ég pirrast stundum, það er rétt. En það er ekki skynsamlegt að gera það. Allavega, þá held ég látið þessu lokið í kvöld. Þetta live er búið að vera alveg ljómandi. Og þvílíkt og annað eins bull. Segir hersingin okkar, þvílíkt og annað eins bull. Þetta live sem hann horfir alltaf á og heimtar alltaf að fá. Já. Bara líði ykkur vel í ælubókunum ykkar. Það er ekki líf sem ég kerum um. En svo vitið þið náttúrulega, ég margótt sagt ykkur, ég vona ég hafi rámt fyrir mig með allt og við lifum í alveg yndislegri paradís. Það er náttúrulega besta niðurstaðan þetta. En sko, ég er að reyna að aga mig að hætta að svara svona fávita skap og fávita kommentum. Og ég hef alltaf fagnað því þegar kom einhver rök eða eitthvað raunverulega spurningar eitthvað sem er í tengslu við raunveruleikann. Og fólk er alltaf að tala saka mig að vera ekki neina tengslu við raunveruleikann eða vera að geða ykkur eitthvað slíkt sko, en ég ætla að reyna að hætta. Ég er farin að loka á komment frá svona fólki sem vil bara rífast sko. Og
Ég hef svarað svona kjánaprikum með einhverjum kjánakommentum til baka, ég fer sennilega að hætta því. Ég mun bara svara raunverulegum rökum eða í rökræðum. Sem sagt, til dæmis þetta kort sem ég var að sýna þér, eitthvað segir kannski, byrju, Tavistock Institute, hvernig tengist það Council of Foreign Relations, skilurðu? Eða eitthvað svona, eitthvað sem er Bilderberg, eitthvað umræður það. Er það eðlilegt að þessi öfl, háskólasamfélagið, fjölmiðlasamfélagið, að þeir sé að hittast á fundum og leynilegu fundum, það sem er gríðarleg öryggisgæsla og allir bara snúnir niður sem að nálgast þessa fundi og umræðuð efnið á fundinum er ekkert opinbert og all leynt og það eru rök, já það er allt í lagi, það er bara þessi menn mega að gera það sem þeir sýnist. Ég er ekki sammála þeim rökum. Og akkur er það í lagi að einhver hópur sem að bara situr í gang stríð og er auðrekjanlegir sem bakhjarlar þessara atburðarleimis núna í Næs í Frakklandi. Til dæmis rökræða það er eðlilegt að séu herlög í Frakklandi. Á sama tíma og þeir eru að sprengja Sýrland, hvað er það? Og ælupókarnir sögðu nú eitt við mig, ég var að reyna að útskýra það fyrir þeim að innrásin í Írak hefði verið ólögleg. Það er ekki dómstóll búin að dæma í því. Og þá spurði ég annan ælupókar, en hvað segir ef þú sérð, ef ég fer hérna út á götu og stinga eitthvað bara í baki með hníf, er það glæpur? Já, það er bara glæpur. Má ég þá ekki stinga með hníf? Ég fekk ekki að klára reynda dæmi svona náttúrulega. Hann gat alveg dæmt það bara á staðnum, bara svona. Hann svaraði ekki samkynja spurningu með, já, ég veit það ekki. Það þarf kannski að bíða eftir dómi dómara með það, Nú, ef að ég segi að innrás í sjálfstætt ríki byggð á legum er stríðsglæpur, nei, það þarf að bíða eftir dómara með það. Þetta er bara ekki rétt að það er þessi stríðsglæpur, Nú, en í hinu dæminu þarf ekki að bíða eftir dómara, sem er miklu einfaldara dæmi verið sér. Þú ert nú bara, þú, já, þú, Axel, já, þú ert bara, já, þú, já, ég, og hvað, ég er hérna. Það er bara, þetta er það sem ég kalla ælupókana, þetta er bara ælupókar, maður bara reynir að forðast á, bara í rusli með þetta, að því miður þá hefur nú þetta þrus í mér reynst nokkuð nærri raunveruleika og það er ekki eins og ég sé einn, ég er náttúrulega ég horfi á og hlusta á þá sem eru að rannsaka þessi mál og vitna reglulega í þá og birti eftir þá á Frelsi TV. En allavega þakka ykkur fyrir komuna, ég vil minna ykkur á að styðja Frelsi TV ef þið mögulega getið og þakka þeim sem hafa stutt, það kom svolítið í baukinn eftir síðustu samkomu. Það var mjög ánægilegt, kona mín er alltaf rosa ánægð þegar kemur eitthvað í baukinn og ég líka náttúrulega, ég þakka ykkur kærlega fyrir sem hafið svarað kallinu stuðning. Og endilega reynið að læra að hugsa út fyrir líka bóksið. Takk fyrir komuna. Góða nótt.